Já, góða kvöldið, velkomin til fundarins. Það sem við ætlum að fara yfir hér í kvöld eru þær framkvæmdir sem Mosfellsbær hefur staðið fyrir vegna í framhaldi af heildarúttekt Eflu og við höfum þann háttinn á að við ætlum að byrja á að heyra í henni Sylgju og svo Benjamin hjá Eflu. Þau ætla að fara yfir þetta og hvernig hefur verið að þessu staðið af því að þau hafa verið ráðgjafar okkar í þessu verkefni. En eins og Arna sagði áðan að þá gerum við ráð fyrir spurningum í lokin. Næri mikrofónum. Hann er svo hátt stilltur eitthvað. Herðan, gjörðu svo vel, Sylgja. Já, heyrist í mér. Lægir. Já, sæl Sylgja heiti ég og ég kem frá Eflu og ég ætla að fara bara yfir þær framkvæmdir sem við erum búin að vera að fylgjast með núna árið 2019. Býtu flettorinn er hér. Ok, þá ætlum ég bara að halda áfram í fyrstu glæru. Mér langar aðeins bara að skerpa á því hvað í rauninni hver markmið er og hver aðkoma okkar í Eflu er. En það var auðvitað í megindráttum að meta ástand og umfang þá með tilliti til rakaskemmda og leið að skoða innivist og loftgæði og síðan þegar að ýmislegt kom í ljós að þarfnaðist úrbóta að þá í rauninni var það þannig að þá lágu fyrir viðhaldsskýrslur frá verksýn. Þannig að við vorum svolítið að samræma í rauninni viðhaldsaðgerðir við þær niðurstöður og það sem var búið að ákveða að fara í. Og síðan var það þannig að við vorum okkar hlutverk var að leiðbeina varðandi viðbrögð við rakaskemmdum og útbúa verkferla við hreinsun og framkvæmd. Og í þessum hreinsunar og framkvæmdum voru einungis verktakar sem hafa setið námskeið eða iðni fræðslusettir svona framkvæmdir á svona rakasvæðum. Og síðan leggjum við til úrlausnir við úrbætur og þær ganga út á það að við erum alltaf að huga að öllum þáttum, ekki bara raka og mengun, heldur bara þessum að bæta innivist almennt. Og þá fórum við líka yfir til við hittum skólastjórnendur og umsjónaraðila og fórum aðeins yfir umgengni og notkun og hegðun í húsnæði, hvernig okkur getur bara yfir liðið betur í húsum, almennt. Og síðan er þetta okkar hlutverk er þá í rauninni núna, það er að staðfesta þeir verkþættir sem við leggjum til, séu kláraðir og hafi verið þessi lokið. Og þið munum eiginlega sjá það þannig, við ákveðum að hafa þannig að nota bara teikningarnar af húsunum og merkja inn á það sem við merktum inn á, það sem eins og var á fundunum í vor eða í sumar, að við merkjum inn á og sýnum ykkur bara hvað er búið og hvað er búið að vera að gera. Og bara rétt lauslega þegar við fórum vel yfir þetta í sumar, hvernig rannsókn Eflu yfirleitt fer fram á í svona úttektum. Það sem við gerum í rauninni fyrst er að við sjónræn skoðun þá erum við með teikningar af húsunum til hliðsjónar og við merkjum inn ef við sjáum eitthvað sem við viljum skoða betur eða annað, þannig að þær teikningar sem þið sjáið í skýrslum öðru frá okkur, þetta eru vinnu teikningar sem við notum til þess að merkja við það sem við viljum skoða betur eða það sem þarfnast úrbóta. Og við merkjum inn á rakaummerki og síðan notum við eins og þið sjáum þessar snertirakamæli og við rennum þeim eftir útveggjum og við skoðum í votrým og annað og merkjum inn á teikningar ef það er einhver hækkuð gildi á þessum mælum. Og það er í rauninni ekki þannig að það sé endilega eitthvað rennandi blautt heldur, það er bara, við viljum alltaf vita ef það er einhver mismunur og fylgjast með því ef það er. Þannig við merkjum allt svoleiðis inn. Og síðan var farið í sýnatöku í framhaldi og þá oft tekið úr byggingarefnum þar sem voru rakasvæði og í rauninni virkar það þannig eftir að við vorum fann að þekkja þetta hús það vel að við gátum farið að heimfara niðurstöðu bara út á það sem við sáum með tilliti til raka. Þannig í rauninni gerðum við bara ráð fyrir að þar sem við fundum raka og ákveð umfanga þá þyrftum að bregðast við og fylgja þeim verkferlum sem við leggjum til. Svo voru tekin loftsýni og DNA-sýni líka og þetta var allt sem að kynnt í sumar og kannski fer ekkert nánar út í það í rauninni. Ég held að það sé mikilvægt að förum yfir framkvæmdirnar og annað í dag. En aðgerðirnar núna, við vorum eins og ég sagði áðan með þessi fyrirliggjandi gögn frá verksýn
og það var á dagskrá að taka, sem sagt það var búið að ákveða að taka þakið á Vesturálmu. Það sem breyttist hins vegar eftir úttekt okkar hjá Eflu að við nálgumst málin svolítið meira út frá fólkinu og skoðum inni á jafnstáli úti og þá kemur oft svolítið annað í ljós og þá kom í ljós að það var ekki nóg að fjarlægja þakpappa og járn, heldur þurfti að fara í allsherjar viðgerð á þakinu og rauninni fjarlægja mjög mikið af timbri og í rauninni ganga miklu lengur en það var áætlað, þannig að það fór lengri tíma í þá framkvæmd heldur en í upphæði var reiknað með. Síðan eins og með kennara eða starfsmannaálmuna, þá var til dæmis var skipt alla glugga og tekin allt ytrabyrði, hvað skipti sér myndir af því eða sáu það í sumar og það var ákveðið að vatnsþétta álmuna þar mjög vel. Það sem ég langar að segja ykkur, ég veit ekki, þeir sem mættu ekki á fundina með okkur í september, þá fórum við einmitt og sýndum að það er mjög gaman að segja frá því að það voru allir gluggar sem voru pantaðir inn eru með svona loftristum. Þannig að það er tryggt alltaf að það er loftskipti í rýmunum. Það skiptir gríðarlegu máli í skólahúsnæði eins og við vitum í dag. Síðan það þannig að eftir að úttektin okkar lá fyrir, þá var ýmislegt sem þurfti að endurskoða, við þurftum að forgangsraða í rauninni aðeins og það var lögð meiri áhersla á samskeytin á milli húsanna. Við rauninni sáum að það var eiginlega meiri leki þar heldur en við hefðum gert ráð fyrir í upphafi. Síðan var í rauninni ákveðið að taka salerninn eiginlega, ef ég má segja, bara frá A til Ö. Það var bara allt flysjað innan úr salernum og sett e-bóksi með lág útgáfunargildi. Við völdum það sérstaklega með tilliti til innivistar og sett alveg gólf og heilt upp í veggi. Þetta er hentugt gólfefni í svona rými. Og síðan var það einmitt bara þetta framkvæmdi rakaskemmdum og rakaskemmd efni fjarlægð. Það var aldrei neitt skilið eftir af rakaskemmdum efnum. Við fórum fram á mótvægisaðgerðir í ákveðnum rýmum sem að þurfa mögulega að bíða kannski eftir næsta áfanga og síðan vorum við með aðgerðir í lausum kennslustum sem voru ekki á dagskrá. Þannig að þetta er, já, ég er búið með bínaglar. Þannig að þetta er svona það sem ég ætlaði að fara yfir hjá mér og síðan ætla Benni að taka við og fara yfir það með ykkur hvað er búið að gera og hvar svæðin eru. Gjörðu svo vel, Benni. Takk fyrir. Já, komið sæl, ég heiti Benjamin, starfa hjá Eflu líka og ég hef svona borið hitann þungan af því að skoða þessi hús og hef síðan verið í svona samhliða þessum framkvæmdum með þeim hjá Mosfellsbæ að svona aðstoða á verktíma að svona tryggja þessi gengi nógu langt í hreinsun á byggingar efnum sem eru rakaskemmd. Og þegar kannski einhver ykkar séð svona mynd áður, þegar kannski lesið skýrsluna sem við gáum út í vor. Þar koma þessar myndir fyrir. Þetta er í rauninni myndirnar úr þeirri skýrslu, nema hvað að hér er ég búinn að setja inn merkingar á þeim svæðum sem er búið að lagfæra. Og kannski útskýra aðeins fyrst hvernig við skoðum. Skoðunin okkar er innanfrá og út og hún byggist í rauninni á því að við erum að kortleggja rakasvæði og lekasvæði húsnæðið og við merkjum það inn á þessar grunnmyndir og merkjum grænt þar sem við erum að finna rakaskemmdir eða hækkaðan raka í gólfi, rautt þar sem við erum að finna rakaskemmdir eða hækkaðan raka í veggjum. Það sést kannski betur hérna. Hérna sjáum við rauða merkingu. Og svo erum við svona fjólubláan lit þar sem við sjáum eitthvað í loftum, lekatauma eða rakaskemmdir eða jafnvel hækkaðan raka. Og þetta gerðum við í þessari skoðun í Varmárskóla eins og í öðrum byggingum sem við skoðum og merktum þetta inn. Og svo er þessi framkvæmd núna 2019 búin að snúast það að leita að orsökunum að þessum raka inni í húsinu, reyna að komast fyrir hann og síðan í kjölfarið fara inn og eiginlega samhliða í sumar að hreinsa rakaskemmt svæði. Og ég er með allar þessar myndir hérna af báðum stóru húsunum og líka léttu stofunum og brúarlandi
Og ég ætla að flétta þessu bara í gegn og sýna ykkur hvar búið er að lagfæra og þá leið sjáum við líka svæði sem að hefur ekki náðst að klára ennþá. En markmiðið er að klára. Dökkblá liturinn eins og ég sagði áðan svæði sem eru búið að hreinsa byggingarefni og skipta þeim út. Svo ég með svona ljósbláa lit hérna sem að táknar svæði sem ég skoðaði betur. Við erum mjög smámunasöm í þessum úttektum okkar og við merkjum allt sem að vekur athygli okkar í úttektum, hversu smátt sem það er. En svo þegar maður fer í svona framkvæmd og fær að skoða betur og er við hliðina á verktaka sem er að rífa upp gólfefni og opna, og þá sér maður betur sumt sem að var ekki stórt atriði. Og annað líka að eins og hérna er raki í hérna flísaluðu gólfi og það er mjög algengt að sýni úr flísaluðu gólfi er að koma út þannig að það er engin örvurvörstur komin á strik. Þannig að þetta eru svona svæði sem er búin að fara aftur yfir og það er búið að fara í einhverja aðgerðir, náttúrulega alltaf fara í það að komast fyrir leka. Það er alveg grundvallaratriði í lekaskemmdum. En ljósblái liturinn er svona svæði sem að við höfum tikkað út af því að ég fékk tækifæri til að skoða betur. Þannig að ég ætla bara að flétta þessu. Kjallarinn var hér í yngri deildinni. Hér erum við fyrsta hæðina og hér er ennþá ykkur svæði eftir í starfsmannarými og hérna á stigagangi og hérna á stigagangi og eitthvað í þökum sem að stendur til að skiptum næsta sumar. Hér er önnur hæð. Ég var nú bara að fatta hérna rétt fyrir fundinn að ég hefði náttúrulega átt að merkja þetta alveg út af því að það var skipt sannarlega ytrabyrði á þakinu hér líka. En það var ekki ráðast í loftin, af því að þetta er seinni tíma viðbygging og uppbyggingin á þakinu hér var ekki eins og hér. Hérna var uppbyggingin alveg barnsins tíma, vantaði ýmislegt sem að nútíma byggingarreglugerð kveður á bara til þess að þakið fúnkeri. En þá kom það í ljós að þegar þetta þak var rifið í heild sinni að það var bara, það var alveg kominn tíma á endurnýja það. Já. Var það bara gert að utanverði en ekki innanverði? Hérna? Já. Já, það tekinn að fara niður sem sagt að sperrum utanverðir. Skiptum alltaf borðaklæðningu og þakpappa og þakklað. Og hérna sjáum við sömuleiðis einhver svæði sem að þarf að leggjast yfir og klára. Og svo eru áfangar næsta sumar að skiptum þakki á þessum húsum hérna. Þetta eru lausustofurnar hérna sem tilheyra yngri deildinni sem er hérna heila á milli þessar stóru bygginga. Þar voru að finna rakaskemmdir hérna í öðru húsinu á þessum vegg hér. Hvað er norður, er ekki norður upp eða hingað? Já, þetta horn er sennilega það byrja norður. Hér er allavega gengið inn í húsið og við vorum að finna hérna leka með hurð, neyðarútgangi hér og smá hérna neðst í veggnum og svo undir gluggum hérna á þessari hlið. Og það var farið í þetta í sumar líka að þétta hliðina utanverðu og skiptum rakaskemmt byggingarefni hérna innan hús. Þetta er dægradvölin hérna niður við bólið, félagsmiðstöðina. Þetta er nú sérst illa, þetta er svona frekar léleg mynd, en það er þó hérna rauðir flekkir hérna með þessum hliðum. Þarna var ég ekki að finna mikið, ég var að finna hérna aðeins lekastað með þessari útihurð og svo hérna með gluggum í þessum tveimur húsum.
og sumt af þessu var bara smávægilegt í glugga póstinum við glerið. Og þarna eftir því sem ég best veit ekkert búið að gera ennþá. Þetta eldri deildin, þetta Megum við spyrja út í myndirnar eða? ef ekki gera það bara í lokin og þá get ég flett aftur tilbaka af því hann kynnti það þannig hann Arnar. Já, þetta neðri hæðin hérna. Hér sjáu þau svæði sem búin og jafnframt þau svæði sem eftir. Eins og við sjáum það vantar örlítið hesturinn. Þetta efri hæðin. Og ég stendi það upp í hér. Þetta eru lausustofurnar hérna sem eru samtengdar þessu húsi. Þessi glæsilega teikning teiknuð af mér, Fríendis. Ég veit það erfitt að sjá það þetta sé Fríendis. Ég verði að trúa því. Hér fundum við aðeins í gólfi og aðeins svona á samskiptum húsana í veggjum. Og það var farið að skiptum og þetta í sumar. Það náðist. Þetta húsið hérna úti, handmennt og myndmennt húsið sem tilheyrir eldri deild líka. Þar var ég að finna svona einhver ummerki í spónuklæningu á útvegg hér. Og þetta á dagskrá að opna inn í þessa veggi og skoða betur hvað getur verið í gangi. Þetta hús var endurnýjað mjög mikið hérna í tengslu við einhverjar skemmdir sem urðu í því fyrir nokkrum árum. En engar síður gefur þetta okkur vísbendingar til þess að kíkja betur. Og þá förum við yfir í brúarlandið. Fyrirgefðu aðeins truflaði. Við sögðum frá hérna áðan að það væri loftinu í gluggum. Við vitum að framkvæmdar loftræstikerfi líka. Það er sérstaklega það að það getur tekið það samhliða. Framkvæmdir loftræstikerfi? Já, hvernig staðið að öndun og útskiptingu á lofti. Getur svarað bara eftir það ekki? Já. Ég skulum reyna það. En ég ekkert í því verkefni. Ég get sagt það strax. En það ekki hluta af framkvæmdunum? Erum við ekki bara að klára fundinn? Já. Og svo getum við farið inn í spurningum. Það langskilvirkast. Hérna brúarlandið og í þessu húsi vorum við að finna hérna einhvern raka neðst í veggjum, hérna erum við í kjallaranum og þetta hús er gamalt steinhús, þannig að steypan í þessu húsi er svona ekki hefðbundin nútíma steypa. Þegar þú segir kjallari, þetta er fyrsta hæðin, þetta er bara neðsta hæðin. Já, þetta er bara jarðhæðin. Já. Og hérna skoðum við síðla sumars, fórum full seint þarna af stað með úttekt og það leiddi í ljós rakavandamál í hérna, við kallum þetta bara kjallara, neðst í veggjum. Ég var ekki að mæla neitt í botnplötunni sjálfri, sem helgast kannski að því að það var steypt ný botnplata fyrir nokkrum árum síðan. Var engin raki í botnplötunni? Nei, ég var að mæla hérna aðeins í þessu hurðarkanti hér. Var tekin líka myglusýni, er þetta bara rakasýni í öllu þessu sem þið eru að gera núna í sumar? Þetta var sams konar skoðun bara í Varmárskóla. Við tókum líka byggingarefnissýni þannig. Og var einhver mygla þannig? Já, það var að koma öðru rökstur í ljós. Er það bláa á rauðri? Nei, það er ekki inn á þessum myndum, niðurstöðum. Þá mann sjá þær niðurstöður á lausustofum og á brúarlandi? Ég myndi halda að það ætti alveg að vera þannig sko. Eins og með Varmárskóla, allt upp á borðinu. En þetta er mynd í rauninni sem sýnir bara rakasvæðin og þið sjáu þau hérna undir. Það er þessi grænu litir, rauðu litir og sumstaðar fjólubláu litir. En síðan er ég búinn að merkja yfir það sem er búið að lagfæra. Hérna að fara í framkvæmdir sem miðuðu að því að steinslípa veggi og hérna mála með gufopnu málningakerfi sem hleypir raka jafn og út. Var drenað aftur eða? Drenið var myndað og það er dren
með þessari hlið hérna. Og það var eitthvað, hann ætlaði eitthvað að skoða hérna áfram. Ég veit ekki alveg stöðun á því, hvort það var Það var ekkert átt að segja á hvaðan leikinn var að koma þarna inn. Mín kenning svo að þetta er jarðraki sem að koma upp í veggina. Veggirnir eru hérna úr gamalli steypu, gljúpri sem að sígur þetta upp í sig. Og ég held að ástæðan fyrir því ég ekki að mæla raka í gólfplötunni svo að gamla gólfplatan einhverjum 50-60 cm þannig undir nýju gólfplötunni. Og það var sett sem sagt í framkvæmd 2009 held ég, 2008-2009. Það var seinna, það skiptir ekki alveg öllu. Hvað kringum 2010 að þá var fyllt hérna upp í eitthvað smá jöfnunarlag, settur gólfhitti og steypt síðan í botnplata. En teljum við þá að við verðum komin í veg fyrir lekan? Afsegis? Þetta er ekki beint leki utanfrá. Þetta er jarðraki sem er undir húsinu, eftir sem að ég myndi telja, sem er að smjúga hérna upp í veggina. Og mun gera áfram? Já. En hefur það möguleika að dampast út. Það er ekki plastfilma hérna lengur á veggjunum sem að lokar á rakann. Heldur opið málningarkerfi sem að hleypur hann jafnóðum út. Það er talið heilsusamlegt. Almennt er raki í híbýlum áhættuþáttur fyrir heilsu. En við skulum kannski geyma spurningar þangað bara eftir kynningu. Hérna sem sagt sjáum við þau svæði sem eru búið að lagfæra. Hér vorum við að sjá lekasvæði í gólfi og veggjum. Þetta lekaorsök hér var með gluggaþéttingum. Það var farið að lagfæra þær leið og að farið í að hreinsa gólfefni og steinslípa gólf þar sem það átti við og brjóta bílögn þar sem það átti við byggt á sýnatökum. Og þakið, þar voru svæði endurnýjuð að sama skapi og komist fyrir leka. Hér var lekasvæði í þaki og það var ráðast í að lagfæra það. Þá í rauninni er þessari kynningu lokið. Og ætlar þú að stýra hérna fyrirspurnunum? Já. Augnablik. Hérna, ég ætla að fara aðeins í gegnum það hvernig við sjáum fyrir okkur að framkvæma spurningarnar að því þið munið eftir að við erum að taka upp fundinn og senda hann út. Og það þýðir ef það borir upp spurning út í sal, gagnvart þeim sem sitja hérna upp í panel, þá munur ekki heyrast í útsendingunni. Þannig að ég ætla að láta annan mikrofónu til þeirra sem sitja hérna í panel og labba svo sjálfur hérna á milli, þannig að fólk geti borið upp spurninguna. Það væri líka gott að fólk myndi kannski segja til nafns og hérna bera þá upp spurninguna ein í einu, hafa þær afmarkaðar eins og hægt er og hleypa fólki af og koma þá aftur með seinni spurningar. Staðan fyrir að vera að spyrja 3-4 spurninga, að láta þetta svona ganga á milli. Flott. Góða kvöldið, Eyrún heiti ég, með strák í 8. bekk. Mér langar, er einhvers nú að fara aðeins betur yfir eldurbygguna, að það fari aðeins hratt yfir. Þessu hérna? Nei, eldurbygguna. Já, eldur í deildina. Er búið að fara yfir drenið sem að er þá mæntalega vinstri meðfram heimilisfræðstofunni og aftur var það ekki vesturhluta byggingarinnar? Jú, Hallgrímur heiti ég, er að vinna hér hjá Jóhannu og var í þessum framkvæmdum í sumar. Það sem við gerðum var að við létum líka skoða hér hvort það væri dren eins og við gerum á Brúarlandi og það kom í ljós að það er
ekki drén í kringum húsið. Það vissulega frárennslukerfi fyrir þakrennur en það vantar drén í kringum húsið og það komið á dagskrá að í vor þá verður hérna bara sett drén í kringum húsið. Þannig áætlunin sem að okkur var kynnt hérna þegar við komum í árgangakynninguna sem átti þá að vera í október-nóvember verður farið í drenið, það stanst ekki. Nú þú ekki alveg að fara með það hvað var kynnt á þeim fundi þar sem ég var ekki á honum. En eins og segja, það búið að koma í ljós að það ekki drén í kringum allt húsið og það stendur til að lagfæra það við komast í þá aðgerð. Til að nýbúið að tjekka á rakamælingu aftur þá í heimilisfræði. Heimilisfræðistofan var gegn þá væntanleika ráðleggingum var lagfært að innanverða án þess að upptök lekans kemur fram að væri lagfært. Það var skipt gólfdúk og annað eins. Hafið þið tjekkað hvort að raki sé aftur komin eða hvort það sé standandi raki á þessu svæði? Ertu þá að meina það sem að gert var við á þessum tíma? Já. Við erum ekki búin að mæla akkurat þennan stað, þú ætlar að tala um þarna sem punkturinn það ekki? Nei, ég þetta ekki niður meðfram. Þetta eru svæðin þar sem að Efla mælir raka á sínum tíma og við förum í það að skipta út gólfefnum á þeim stöðum. Akkurat. En það er kannski rétt að taka það fram að þegar þessari aðgerðarhrínu lýkur að þá komum við til með að óska eftir því að Efla athugi síðan ástandið á húsnæðinu þannig að við getum síðan útskrifa það eftir að við erum búin að klára framkvæmdina. Góða kvöldið, Ólafur heiti ég. Ég að spá í það eru viðgerðir núna á einu salerni, á salernisaðstöðu, og veit ég ekkert hvað vestur eða austur eða hvað, þar sem að dóttir mín þar núna, hún í 5. bekk. Fannst eitthvað þar eða ástæða til þess að vera að fara í það núna í staðis að... Það þessi hérna salerni? Já. Jú, það verið að vinna í þessum salerni núna. Þeir eru að klára að setja upp skilrúmin þarna inni og þeim framkvæmdum ætti vonandi að ljúka bara núna í þessari viku þannig að þau verða að opna strax eftir helgi. Þetta var aðgerð sem við ætlum að ná í vetrarfríinu en það er oft þannig að ef maður ræðist í aðgerð þá áttum maður sig ekki alltaf á umfanginu fyrir að maður er kominn í aðgerðina sjálfa og þetta var heldur umfangsmeira heldur en við gerðum ráð fyrir. Það er að segja að það að klára epoxíið eins og við gerðum þarna og síðan að panta skilrúmin að þetta tók allt lengri tíma heldur við gerðum ráð fyrir. En það er alltaf lægi að börnin séu þarna í kennslustundum á meðan sé að vera gert þetta? Já, það sem við gerðum einmitt í vetrarfríinu að í raun öll vinna sem tengdist í að fjarlægja rakaskemmt efni að við kláruðum hana í vetrarfríinu og meðan enginn var í skólanum og nú erum við bara í því að ganga frá. En svo líka rétt að taka það fram að eins og Silja nefndi hérna að alltaf þegar verktakinn fer í að vinna í einhverju svæði sem að grunnleikur á að sé rakaskemmt efni að þá skerma hann sig alltaf af þegar að fengi sérstaklega þjálfun í því að vinna í svona svæðum þannig að við gerum alltaf allt sem við getum til að minnka líkunar því að eitthvað berist út í kennsluöfrýmið. Já, takk fyrir þessa kynningu. Ég heiti Linda og barn í öðrum bekk. Ég var kannski til að sjá myndina öðru. Annarri hæð? Já. Já, og börnin okkar voru þarna í þessari álmu sem búa núna að taka þakið af. Það voru til dæmis mörg börn sem voru að finna fyrir alls konar einkennum í bekkjunum. Við vorum með barn bara í 1. bekk og þannig að það var svo áberandi hvernig einhvern veginn svona líðan breyttist þegar leið á skólaárið hjá mörgum. Þannig að mér langar eiginlega bara óska eftir því að foreldrar fái fræðslu áhrif þess að vera í rakaskemmtum. Þannig að þeir átti sig kannski betur á því hvernig börnunum og af hverju börnunum er búið að vera að líða eins og þeir eru búin að vera að líða. Og líka við langar bara að spyrja með það sem er eftir að gera. Þú veist hvort að þetta sé alveg örugt fyrir börnin okkar sem eru orðin viðkvæm
að vera, þú veist, mörg börn bara komin á steralyf daglega og annað, hvort það sé öruggt fyrir þau að vera í þessu rými þegar á eftir að gera svona mikið ennþá. Þá er ég að tala um kringluna og þak annars staðar. Það er spurning hvort einhver myndi vilja. Já, kannski svona, það er ekki til eitthvað einfalt svar við þessu. Það er náttúrulega eins og segir þeir sem eru næmir fyrir rakaskemmtun, þeir eiga að reyna að forðast að vera í kringum rakaskemmtir, þannig að ég hef bara lagt til að meðan að einhver slíkur einstaklingur er að finna til einkenna, að finna ykkur á mótvægisvækir eða að finna lausnir og leita þá eftir aðstoð með það. En umfangið er ekki þannig að endilega það sé, ég vil ekki vera að nota orðið hætta ástand, en umfangið er ekki slíkt núna sem eftir er. En vissulega ef það er einhver sem finnur einhver óþægindi eitthvað, þá bara hefur við lagt til við Mosfæ að bara reyna að mæta því. Og endilega bara tilkynna það og láta vita. Eyrún heiti ég, mig langaði aftur að spyrja cirka upphafslegum hjá þér. Það kemur fram að það sé búið að taka glugga á kennarálmunni. Og það er ekki vísað í vesturálmuna, það sé að það sem þakið er tekið sem voru mjög þreyttir og bara vægast sagt slæmir gluggar. Er ekki fóttið að það hefur líka verið tekið gluggar á vesturálmunni líka, ekki bara kennarálmun sem snýr þá suður? Þú meinar í framhaldsaðgerðum eða eitthvað slíkt? Í aðgerðum sem voru nú í sumar, þegar við erum talað um gluggaskipti, ég tók myndir þarna síðasta vor, alltaf fyrir framan tónmáttarstofuna, sem er í rauninni bara akkurat þarna á þessari mynd sem við erum að horfa. Það voru reyndar í hina áttina Esjunni. Það voru hræðilegir gluggarnir þar. Er ekki pottþétt sem að það hafi farið í gluggaskipti og á þessari álmu, þessari vesturálmu? Þú ert að tala um þessa? Já, hinum megin. Já, ég var ekki búin að skoða hinn, já. Þú ert þá væntanlega að tala um að það ekki gluggana sem eru á ganginum sjálfum. Jú. Já, það sem við gerðum var að við tókum gluggana sem voru í raun efri gluggarnir á þessum stofum og síðan er aðgert að í næsta áfanga þá tökum við áframhaldandi skipti á gluggum. Það er náttúrulega áhugavert að tala um að sé búið með gluggaskipti og það er náttúrulega ansi margir gluggar. Þegar það er sagt að þá lítur maður svo á að það sé búið að skipta um þetta gluggar sem voru í slæma ásigkomulegu. Myndinni sem ég tók voru væri þessi slæma, það er ekki efri gluggarnir. Nei, það er þá neðri gluggarnir á ganginu á ganginu. Það á eftir að skipta það á. Er þeir ennþá svo miklaðir eins og voru síðast árs? Þið hljótið hafa hreinsað eitthvað upp, eða ekki? Ég hef ekki séð neina miklu þar. Nei, ok. Við getum sýnt myndina þarna. En það er kannski rétt að árétta það að þegar við tölum að gluggaskiptum sé lokið, þá erum við að tala í þessum áfanga. Það búið að stilla upp ytrabyrðisaðgerðum í 3 áfangum og fyrsta áfanginn, hann er búinn og við Jóhann erum búin að leggja til að næstu 2 áfangar verði mögulega teknir saman næsta sumar. En bara til að ráða það að gluggaskiptin sem við erum að tala um að séu búinn, að það er þá í kennaraálmunni og í efri gluggalínunni í Viðstofu. Þannig loftun og það sem þið er að lýsa með að það komið loftristar og eitthvað svona, það er bara í kennarálmunni? Það er í þeim gluggum sem er búið að skipta, já. En fyrirhugað vissulega að þeir gluggar sem að verða settir í nýjir, að þeir verða allir með sömu útfærslu þar sé loftrist. Ok. Það er spurning, það var ekki eitthvað spurning líka, hún breytti, en það var eitthvað spurning líka hérna inn í miðjunni, að það ekki loftskipti. Góða kvöldið, Róbert heiti ég. Ég spurði breytingar á loftræstikerfi, hvernig staðið er að útskipti á lofti í þessum skólabyggjum. Það er eitt af því sem við höfum einmitt rætt á þessum fundum að heildarendurskoðun á loftræsingum í þessum eldri byggingum er mjög nauðsynleg og sérstaklega á þetta við náttúrulega elsta hluta þessara mannvirkja sem er náttúrulega í yngri deildinni, þetta er hús frá 1964, þess vegna hefur verið lagt upp með það að í þá glugga sem er verið að skipta út, þar komi loftristar
en hérna það er alveg rétt, það er ekki búið að skipta alla glugga í öllum húsum, en við höfum hins vegar líka mjög mikilvægt að efla þetta leiðbeint að hér sé stöðugt hugað að loftskiptum, gluggar eru opnaðir reglulega, það er loftað út og það er þrifið reglulega. Þetta eru lykilatriði til þess að halda góðri innivist og eftir því hefur verið farið, en eins og Hallgrímur var að nefna að þá erum við að reyna að leggja upp með það að þeir áfangar sem eftir eru til þess að klára að við fáum heimild þess að fara í þá og ljúka þeim næsta sumar. Ég langar að heyra getur þú farið aftur á myndinar eldri betur og að hlaupa ansi hratt yfir áðan. Inngangurinn, nemendainngangurinn, það er búið að fara í hann. Getur lýst í, nemendainngangurinn hægra megin, það ekki hérna niðri? Það átti að vera stór framkvæmd að mér fannst í skýrslunni að veri tiltölulega mikið meira til hægri. Þarna var þetta einungis það sem þurfti að gera var í tengslu við hurðaropið þar. Já. Það er eina Sem var í þessum inngangi. í þessum inngangi. Já, eina rakasvæði sem ég fann þarna var í kringum þessi rennihurð hérna. Enda er hún bara mjög óþétt. Ég kom hérna í einhverju lægð og þá var hún bara að koma mjög mikið inn svona neðanverðu sko. Varðandi klóstið þannig sem það aðeins ofar, strákaklóstið. Já. Þá hefur við komið hérna nokkur sinnum og svona hefur sendt mér nokkra myndir þar sem það er nánast alltaf flotið þar og þetta var nefnt á afgangsfundi. Mér skilst það sé ennþá þannig, samkvæmt síðustu upplýsingum, er eitthvað ráðgert að fara í það að laga þessi klósett líka eins og önnur klósett í Varmárskóla. Þú ert þá vantilega að tala að setja epóxí og annað slíkt eins og við höfum verið að gera í hinum klósettunum. Klósettin leka bara, það er kannski frumskilir eða það sé ekki vatn sem lekur á gólf og annað sem þýðist af raki. Nú er þetta þannig að ef við fáum tilkynningar það inn á viðhaldsteymið að það sé leki einhvers staðar, sérstaklega á klósetti, þá höfum við alltaf reynt að bregðast við. Ef að þetta er ennþá til staðar, þá er það bara ljóst að þá þurfum við að gera betur. Það er ekki spurning. Góða kvöldi, Málfríður heiti ég. Mig langar til að spyrja aðeins meira út í loftgæðin. Mér fannst ég ekki alveg fá nógu fullnægjandi svar þarna áðan, af því að núna er búið að samþykkja af bæjarráði að setja vélræna loftþrýstingu í Varmárskóla. Það mér skilst. Þannig að ég er í rauninni með við allar þessar framkvæmdir og allar miklu og raka skemmtir og maður getur svona lagt 2 og 2 saman og ímynda sig það ef að það væri komin í rauninni loftræsting í skólan að málin hefði ekki orðið svona slæm. Og þess vegna langar mig til að forvitnast aðeins meira það. Er ekki gert ráð fyrir því að koma inn vélrænni loftræstingu? Ég held að sé kannski pínlítill misskilningur hér varðandi samþykkt bæjarráðs, þar var talað um loftgæðamælingar, en eitt af því sem við erum með í undirbúningi eru þetta loftskipti í þessum gömlu byggingum í heild sinni. Þannig að það eru þetta verkefni sem er í undirbúningi, en bæjarráð hefur ekki samþykkt fyrir sitt leyti vélræna loftræstingu í alla byggingar. Ólafur hérna aftur, þú talar um loftgæðamælingar, er það að vita hvernig þær mun eiga stað? Við erum búin að fá með í liðinu okkur 2 verkefnastofur sem eru byrjaðar á þessum mælingum og þetta er sem sagt loftgæðamælingar og síðan bara heildar úttekt sambærileg þeirri sem var gerð hér á Varmárskóla. Þetta verður gert við öll skólahúsnæði Mosfellsbæjar. Þetta er vinna sem er hafin og ef ég man rétt þá gáum okkur fram á mitt næsta sumar eða í apríl-maí sem við ætlum að vera búin að klára þessa vinnu.
og þá að sjálfsögðu þannig að ef að eitthvað kemur í ljós að þá eru aðgerðir náttúrulega skipulagðar í beinur. Í skýrslunni frá í vor kemur fram að þak bæði Austurálmu, yngri deildar, Kringlan og svo aftur sé loftleiki úr glötu á eldri deild niður í starfsrými og það hefur verið greind mygla í Kringlunni og aftur Austurálmunni og eins líka í eldri deild. Voru gerðar eitthvað svona bráðabirgða lausnir eða þétting eins og var talað hérna í árganga fundinum fyrir í haust? Varðandi loftleika í yngri deildinni að þar fór verktakinn í að þétta á milli, þannig að Hvernig er það gert? Loftleikinn var þess eðlis að það voru sem sagt stokkagöt, eða lagnastokkar frá plötunni niður í rýmið fyrir neðan og þeir bara röktu sig á alla þessa stokka og þéttu með þeim stokkum. Það má kannski segja að það er eitthvað sem hefði átt að vera gert þegar húsið var byggt, en það var orðin 50 eða eitthvað ár síðan þetta var gert, þannig að það þá búið að þétta það eins og hægt er. Loftleikinn á ekki verið til staðar lengur. Það er ekki búið að fara í þær aðgerðir hér í eldri deildinni, en það er alveg klárlega á dagskrá að gera það líka. Já, og svo líka eitt að varðandi Kringluna, að þar lagði Efla til að við myndum breyta stillingum á loftaskerfinu og að þá að rétt það var að auka undirþrýstinginn örlítið. Skapa yfirþrýsting. Skapa yfirþrýsting fyrir þetta. Og það er þá til þess gert að á meðan ekki búið að laga þakið, að þá hjálpa það til við að halda loftinu betra heldur en það. Halda miklunni í þakinu? Já. Hljómar mjög vel. Eða, Nákvæmlega. það má orða það þannig, halda miklunni í þakinu, en við erum þá Tryggja hún kom ekki agnir frá henni, kom ekki inn. Tryggja að agnir frá örveruvextinu fari síður inn í yfirflutinu. Það er hægt að segja að tryggja þarna einmitt. Eftir fremsta megni. Mér langar að kalla eftir að niðurstöður sýnatöku verði birtar okkur foreldrum í lausustofunum og einstöku Brúarlandi. En svo langar mér líka aðeins að forvitnast með, nú er Varmár, íþróttahúsið í Varmá, er partur af skólahúsnæði Mosfellsbæjar, að ég haldi, samkvæmt skilgreiningu. Getið þið farið eitthvað yfir það hvað er búið að gera? Síðustu árgangsfundir að tala að það er farið í það núna haustmálum, að taka sýni úr íþróttaríkjahúsinu. Nú eru börnin okkar þar stóran hluta af degi, bæði í skólanum og eins líka í íþróttaiðkun eftir skóla. Nú sá ég skýrslu samt sem að var dagsett í apríl en var birt í september að þakið verði ekki mannhelt. Getið þið farið aðeins í smá yfirferð með okkur foreldrum hver staðan er á bæði sýnatöku og aftur framkvæmd þar, því mér skilst að það hafi verið farið í einhverja akut framkvæmd þeirri sumar. Staðan á sýnatöku eða þessari skimun að þá er hún svo að sú bygging, hún er inn í þessari heildarúttekt á húsnæði Mosfellsbæjar sem er í gangi núna og við sjáum fyrir okkur að henni er lokið í apríl og þá verður það birtar niðurstöður. Varðandi aðgerðir á þaki og slíku, nú er það ekki inn á, það var Jóhanna. Rétt að þér, það var farið einmitt í bráðaaðgerðir á sal 2 og 3 í sumar og Þorsteinn sem er með okkur var einmitt með allum því, hann getur svona lýst því frekar. Það var líka lagt til í bæjarráði að við fengjum þá heimild til þess að undirbúa bara útboð á endurgerð þaksins í heild sinni og það er auðvitað bara framkvæmd sem er í undirbúningi. En Þorsteinn getur kannski lýst betur hvað það var gert í sumar. Varðandi þekkið á sal 1 og 2, Hafnarhúsið svo við kallum það, þá er það byggt upp þannig að það eru sperrur og krossfiður í efsta lagi og það var staðrætt að á ákveðnum kafla, 35-40 fermetrum, það var
krossvegurinn er farinn að morgna hlutið og hafa skipt hann og dúkur settur yfir. En það eru dálítið íkjur að það sé ekki hellt, þannig að dettur niður það sko. En eins og Jóhanna benti á þá eru farið í endurgerð á því þakki á næsta ári. Ólafur heit ég. Asbestið sem var hérna til umræðu fyrir haust, hver staðan á því? Búið að staðsetja það og allt það? Það sem við gerðum með þá umræðu var að við heyrðum í Vinnueftirlitinu og báðum þá að venda okkur á einhvern aðeila sem gæti tekið þetta út fyrir okkur og Vinnueftirlitið venda okkur á eina aðilinn á landinu sem ég skilst að sé hæfur til þess að taka svona út húsnæði. Þannig að það eitthvað sem ennþá í gangi. Það búið að taka sýni bæði hér í eldri og yngri deildinni og við erum ekki komin inn að niðurstöðu þeim sýnum ennþá. En það bara eitthvað sem við þess að hann skili skýrslu, þessi aðili. Og við ákváðum að taka þetta aðeins lengra. Við fórum ekki bara í eldri og yngri deild hérna, heldur við skoðum bara byggingarár þeirra húsnæði sem Mosfellsbær á hér í bænum og ákváðum að taka sýni úr öllum þeim húsnæðum sem falla inn í ákveðin ramma þar sem asbest var sannarlega notað í byggingarnar sem hérna á Íslandi. Þannig að við ákváðum að færa aðeins út kvíarnar, ekki bara horfa á þetta hérna húsnæði, heldur taka bara heildarpakkann. Mér langar að lýsa þessa skýrslu sem birti í september í bæjarins því að tala um að það hefði verið mannhelt og það hefði aðeins ýkt en það kemur bara frá verktaka sem tók út að það væri ekki mannhelt þannig því sé haldið til haga. Jú, þessi blettur sem skiptar hann var náttúrulega ekki mannheltur. Ef við lappar á hana, þetta með. Já, það skiptir þetta allt saman sem það var sem sagt. Ok. En það ekki búið að taka sýni þó að það hafi verið sýnt fram að gríðarlega mikil leka í íþróttahúsinu, þá ekki búið að taka neinn myglu eða raka eða sýni úr íþróttahúsinu eða gera þennar að ráðstafni í tengslu við það. Eins og segja, þetta hluti af bara úttekt sem við erum byrjað að fara í og svo þegar það liggur fyrir að þá liggur það fyrir. Mér langar einnig að spyrja út í nú verður gert loftsýna í apríl. Bæði yngri og eldri deild. Hefur verið gert slíkt samanburðar eftir þessu stóru framkvæmdir og eftir grefin og annað slíkt, þannig við séum eitthvað samanburð. Við eiginlega tókum við ákvörðuna að klára allt og taka síðan til viðmiðar. Þannig að það litla sem eftir að klárum þá og svo förum við í úttektinni. Bara ein spurning. Ég ætla að segja að núna klukkan 7:10 og þannig að ég vil að fólk sem kannski að brenna inni með spurningar rétt úr kvöld og við erum það markmið að ljúka þessu klukkan 7. Hversu vel? Einhvers þar hægt að fá upplýsingar um það hvað á að gera í þessum áfengum sem eru eftir? Það aðgengilegt ekki á netinu eða? Það sem við erum að gera núna að það var verksýn gerði úttekt á eitrabyrði á skólanum og á öllum mannvirkjum Mosfellsbæjar. Og við erum raunverulega bara að tókum þá úttekt og skiptum henni upp í 3 áfanga með aðstoð þeirra sem gerði úttektina og svo bara verið að vinna í því núna nákvæmlega að skilgreina útboðsgögn fyrir næstu áfanga og já, það raunverulega bara verið að vinna eftir þeirri úttektarskýrslu sem að gera á þessum tíma. Þannig að það verður listað upp á einhverjum tímapunkti? Minnur, hvað við nákvæmlega að gera? Hvað á eftir að gera, þú veist, í næstu 2 áfengum? Nú, þekki ekki alveg hvort að það verði endilega auglýst formlega, en eins og segja þetta ekkert sem við erum að fela neitt slíkt, sko, þannig að fólk áhuga að fá að vita það, þá sé ekki að það sé neitt vandamál tengt því, sko. Íris heiti ég og á dóttur í öðrum bekk. Hún var í fyrsta bekk í fyrra og var í stofu 205. Var ekki gamla tónleikastofa. Þessi hvíta? Já. Hún
sýndi mikil viðbrögð við myglu og er viðkvæm í dag. Er ráðlegt fyrir þau börn að vera þá í íþróttahúsinu? Þú veist, það sem eru mikla rakaskemmdir og þú veist, já. Því mér get ég ekki svarað því ég hef ekki tekið íþróttahúsið út, en ef það eru rakaskemmdir einhvers þá þarf að bregðast við, já. En ég get ekki svarað því þannig, því að við erum ekki byrjuð þar, við byrjum núna í desember. En það er nokkuð ljóst að það sé. Þú veist, þú veist, þetta er svo óþægilegt, skilur mig, þú veist, hún er alveg, þú veist, búin að vera einmitt, þú veist, lyfjum og alls konar og þau eru fleiri börnin, sko. Þannig að, þú veist, það er svona hvílir alveg á manni, maður er ekki alveg rólegur að vita til þess að barnið manns er með einkenni og, þú veist, vita þess að, þú veist, sem er búin að mælast með ofnum fyrir myglu. Þetta er eitthvað sem, þú veist, var ekki áður en við byrjuðum í skólanum, þannig að, þú veist, ég er bara svona ítrekað að, kannski, já, þú veist, að hafa þetta í huga, þú veist, já, fá fræðslu um þetta. Mér langar að taka það fram, bara því þú ert að velta að vera með stelpuna þína. Strákurinn minn hans þess að fer ekki inn í íþróttahúsið. Þannig að hann fær skilabæðingar til skólans, hann er ekki að sækja íþróttir en í varmaskóla. Þannig að það er bara, maður getur það brugðist þannig líka við. Og sem er náttúrulega bara mjög sorglegt og sorgleg stað. Og sér í lagi þegar hann er búinn að gefa út, að þetta er tekið út í september og október. Og með þessa skýrslu sem við erum að vísa í og með þau vídeó sem við erum séð varðandi lek og annars slíkt í íþróttamannvirkjum með varma, þá er staðan þar örugglega ekki góð. Það er því ég var bara svona að velta það því að, þú veist, svona, ef það er eitthvað að heima hjá manni, þú veist, svona, eins og hún spurði áðan með hvað væri gert í öðrum og þriðja áfanga. Þú veist, ég held að það myndi örugglega mjög mörgum líða vel ef þetta væri bara svolítið svona, þetta er eftir að gera, hvenær á að gera það og hversu alvarlegt er það. Þú veist, ef að fólk svona bara, þú veist, við erum ekki í þessu, þú veist, alla daga, við erum bara, þú veist, hvernig myndi maður bregðast upp bara ef það væri eitthvað að það heimilinu sínu, maður myndi taka, maður gerir forgangsraðanir og eftir alvarleika málsins og kannski aðgerðaáætlanir. Þannig að mér þetta er svolítið, og ég held reyndar að, og maður hefur talað um marga, að þetta er svona, það er eiginlega, ég veit að það er ekki að fela neitt, en þú veist, maður vill kannski svona að maður þurfi ekki að grafa sig ekki að langt, skilur og þurfa að lesa langar skýrslur til þess að fá bara svona, þú veist, gluggarnir í eldri, mars 2020 eða eitthvað, skiljið, svona, pína einfalt þetta bara, upplýsingarflæðið. Sko það sem við náttúrulega höfum verið að gera í þessum aðgerðum í sumar og í ár er að með aðstoð Benna þá hefur alltaf verið að gera nokkuð þetta að framkvæmdara sig að forgangsraða þeim svæðum sem okkur finnst skipta máli að taka fyrst. En það er alveg hárrétt að þetta er mikilvægt fyrir foreldra í skólanum að geta, eins og segir, fara okkur eitt stað, sé nákvæmlega hvað er búið, hvað er eftir og bara hver staðan er. Þegar maður fær, þú veist, ég kom hérna á kynningunni í byrjun skólans, þá var sagt, já, það er allt búið. Og maður er bara, vá, geggjað, og svo er það enn, bara einmitt, þessi áfangi og það er bara, ég misskildi allt búið. Allt búið þýðir fyrsta áfangi. Og eins og hún sagði, gluggaskiptum lokið, það þýðir ekki að þessi alveg lokið. Þetta er kannski pínu svona, þú þurfa bara að vanda framsetninguna þig, þú veist, og segja þá hvað er eftir, hvernig er áætlunin með það, ekki bara svona, já, hvað er á döfinni, þú veist, hvað er á döfinni, það er eitthvað svona eftir, ég veit það ekki. Ég veit það, og við tökum þetta alveg til, við alveg klárlega tökum til þess, ekki spurning. Flott. Það þú ekki að segja eitthvað? Ég langaði bara að segja að ég tek það á mig en það ég held að standa í pottþétt á glærunni að starfsmannaálma gluggaskiptir klárum. Ef það er rangt hjá mér þá veist ég ásökunar ekki. Getur kannski bara kíkt á? Bara þessi? Já. Já. Kennarálma. Á dagskrá gluggar og útveikir kennarálma. Það er þarna, en alls staðar annars staðar stendur bara gluggaskipti í yngri deild.
Og eins og segir, það er þó eitthvað sem við tökum bara á okkur að hafa skýrara upplýsingafræði og bara gott að heyra einmitt hvað það sem við getum skellt á línunum og ekki spurningar. Bara þannig að fólk átti sig á, eins og við verðum að lýsa hérna og ég veit að það hefur heyrt á mínu dæmi þess að sonur minn hefur búin að vera mjög veikur og mistur skóla í 1,5 ár vegna veikinda. Þá er gríðarlega mikilvægt og nú er hann að koma aftur inn í skólan og að foreldrar viti nákvæmlega stöðuna, koma upp einhver einkenni og þá er ég að velta fyrir mig og ég sendi fyrirspurn í skólan hvað er búið að gera síðustu vikur. Og þá er þetta í vísum í fyrirspurnina áðan var þetta upplýsingagjöf, að við vitum sirka og þá veit maður hefði, já þetta er út af þessu, þetta mun ganga tilbaka af því ég veit að það var verið að hrófla við einhverju. Ég veit að þetta er mjög krefjandi fyrir ykkur að þetta upplýsingagjöf, en á hinum endanum þú veist með þannig brotin einstakling að þá skipta þetta gríðarlega miklu máli að maður getur áttað sig á hvað er í gangi því ekki erum við hérna innan veggja skólans jafn mikið og aðrir. Og að sama skapi þá skiptir það líka okkur miklu máli að ef einstaklingur er að finna fyrir ykkur þar sem við teljum að sé ekki neitt í staðar, þá er svolítið mikilvægt fyrir okkur að þið láta okkur vita, því að þá myndum við náttúrulega vilja skoða það betur. Því að bara svo það sé alveg skýrt að markmiði hjá okkur, það er alveg klárlega að koma húsnæðinu í það ástand að það sé ekki, að það sé minni líkur heldur meira því að einhver sé að finna fyrir einhverjum. En þá vil ég aðeins varpa einni spurningu til ykkar. Hvernig þá ef að krakkarnir eru rauninu einkennalausir í skólastofunni sjálfri en að stunda skólaíþróttir í Varmárskóla hérna íþróttahúsinu og eru kannski í 2-3 íþróttum, þannig þau eru þarna inni til kl. 5 á daginn og þannig við séum kannski að varpa hérna skuldinni og erum að með grótkaskirinu í vitlaust hús. En ég vil fá að vita bara hvenær verður þetta tekið? Verður ekki forgangsraðað það kannski eitthvað aðeins öðruvísi? Er ekki komið grundvöllur fyrir því að setja þá kannski íþróttahúsið aðeins hærra upp? Jú, við erum að fara til úttekt þar. En úttekt og hversu langur tími frá úttekt yfir í framkvæmd? Það er það sem er að pæla. Af því að fyrsta skýrslan kom 2017 og núna erum við í lok 2019 og þá er fyrsta áfangi búinn. Þurfum við að bíða í 4 ár eftir að það sé eitthvað lagað í íþróttahúsinu. Þetta er náttúrulega ekki dúalega þægilegt þegar maður er með veikt barn heima. Þá verður þetta bara svo persónulegt. Verður maður að taka börnin úr öllum íþróttum, verður maður að segja því að hætta að stunda það sem þið þykir gaman út af því það gæti mögulega, nei þetta er allt í lagi, það er verið að fara að athuga þetta. Það tekur 4 ár en verður þarna inni áfram. Það er engar áhyggjur. Þetta eru svona pínu skilaboðin sem við fáum sem erum með veikt börn heima. Þetta verður bara allt í lagi, það er verið að fara að gera þetta. Eins og Hallgrímur kom inn á þá er þetta verið að vinna á þessari úttekt og ég held að í ljósi þess hversu mikilvægt og mikið nýtt mannvirki þetta eru íþróttahúsinu að Varmá og þá hljóti það að vera sett í algjöran forgang og það er eins og allar framkvæmdir eins og þau hafa verið að ráðleggja hjá Eflu að leið og finnst eitthvað, þá hefur það verið sett í algjöran forgang og alltaf það sem er, hvað að segja, erfiðustu blettirnir og það sem eru íverurými, alltaf forgangsraðað fremst. Þannig ég trúi ekki öðru en að leið og þessi skýrsla liggi fyrir að þá einhendir menn sér í það. En á þessu stigi er raun og veru ekki þetta fullliða, ekki fyrir að við erum komið með þessu gögn í hendur. Þannig að við skulum vona að vera ekki 4 ár í að þetta verði tekið. En bara mjög góð ábending og vel þess tryggir að við tökum það með okkur í að berjast til því að fá að fara í framkvæmdir eins og þarf sem allra helst. Yngri dóttir mín var sagt í Brúarlandi í fyrra og ég þurfti að flytja hana úr skóla af því hún var í þessari stofu sem að Benedikt fór ábyggilega yfir þar sem að raki var í veggjónum allan hringinn. Ég sett smá spurningamerki við þessar lagfæringu sem hefur verið gerð og ég varpa spurningu hérna yfir. Er eitthvað fyrirséð að við hættum að nota Brúarland bara út frá loftgæðum, staðsetningu og bara í rauninni ástandi hússins? Það eru þetta
Já, ég veit ekki hvort að ég sé hægt til að svara en auðvitað hefur Brúaland verið notað af því að hérna hér hefur verið mjög þéttsetinn bekkur, bærinn í mjög hraðri uppbyggingu og það mikil uppbygging upp í Helgafellskverfi og þar hefur verið að byggja skóla eins hratt og mögulegt Ég get alveg tekið undir áhyggjur fólks af að það sé ekki alveg heppilegasta skólahúsnæði sem að völ á vegna þess að þarna náttúrulega nálað við umferðarþungan veg, við erum með tröppur, svona ekki hentugt fyrir minni börn, þannig að já, ég tek alveg undir það að þetta eitthvað sem hiklaust ætti að skoða. Hvort að þessi innan gæsalappa bráðabirgðanotkun hún eigi sér ekki einhvern endapunkt, en kannski Linda getur svarað því, ég veit það ekki. Komið sæl, Linda Óðingur heiti ég, framkvæmdastjóri fræðslu og frístundasviðs. Nú staðreyndin sú að nemendum á yngra stigi varum á skóla þeim fer fækkandi. Þunginn að færast hérna yfir í efri deildina. Leið og það rynkast hér í húsunum í yngri deildinni, þá fara nemendur úr Brúalandi og það ekkert mjög langt í það. Tímasetningar? Sko, meðan við viðgerðir á húsinu núna og stöðuna á húsinu sem eins og hún lítur út í dag eftir viðgerðir, þá húsið að við best vitum í ástandi til að það sé hægt að kenna þar. Það búið að taka mjög mikið af Brúalandi eins og þið sáuð á myndunum og við verðum bara að treysta því að sérfræðingar eflu þeir leið okkur áfram í þessu. Þannig að Ístak náttúrulega vann þetta og það voru sérhæfðir verktakar sem að unnu málið og við verðum einhvern veginn bara að treysta því að okkar sérfræðingur leið okkur rétta leið. Nei, ef það ein, þá skulum hafa eina. Bara ein bara. Já, Berglind, ég var bara að spáði varðandi Brúaland og svona, það var búið að eyða rosalega miklum peningum í þetta hús sem bara mjög gamalt og bara fallegt hús, kannski undir einhver aðra starfsemi. Hefði ekkert verið kannski bara sniðugt að kaupa svona hofa, fyrir utan einhver staður og smetla í stað fyrir að gera við eitthvað sem að greinilega náttúrulega ekki hægt að gera við, þetta verið að halda í skefjum af því að þessi vöku kemur náttúrulega alltaf aftur upp bara og en ef ég bara spá, hefði það kannski svona ekki bara lífsbetur eða svona lausastofur, ég tala það svona. Það auðvitað, eins og ég segi, það erfitt að breyta fortíðinni. Við getum horft fram á við en ég held að þetta sé bara ágætis ábending en hins vegar varðandi drenið af því það var að spyrja það var myndað þarna í kring. Hins vegar kom í ljós að dúkur sem er þarna í Dýrafirði ekki nógu góður. Þannig að það var farið í að þetta er í raun og veru þarna á suðurhliðinni sem snýr í raun og veru í átt af veginum. Þar sýnist okkur að raki mögulega hafi komist inn og að vegg en við erum auðvitað hér eins og iðnir maurararinn að koma í veg fyrir frekari rakaskemmdir því að þetta er auðvitað búið að vera heljarna verkefni. Mikið af verktökum sem hafa lagt allt sumarið undir og kvöld og helgar og við erum búin að taka í raun og veru svolítið sumarleyfin á fólki þannig að það verður allt gert og kappkosta til þess að þessi hluti séu í lagi. Takk fyrir það. Ég að það leyfir mér að slíta fundinum. Gerir ykkur athugasemd við það? Er eitthvað sem er algjörlega ekki með einan? Þá ætti ég að vera mjög frjálslegur fundarstjóri og leyfa eina loka spurningu. Róbert heit ég. Ég óska bara eftir því að Linda rökstyðji það sem hún sagði áðan að það sé að minnka álag á Varmárskóla og gera það með gögnum sem hún birti foreldrum. Hvar börn eiga heima og hvað sé langt í skóla frá heimilinu. Ég er þá að tala í öllum skólum bæjarins. Í fræðslunefnd bæjarins eru lögð með reglum millibili á 3 mánaða fresti fram gögn, tölfræðigögn
Þau liggja frammi og tengjast fundagerðunum og þar er fjöldi í árgöngum settur upp. Og hérna, ég hvet ykkur bara til að skoða þau gögn. Við fylgjumst með fjölda barna í hverjum einasta skóla, hverju einasta skólahverfi. Þannig að til dæmis ef þið skoðið bara gögnin á fjölda barna í árgöngum, þá eru að meðaltali í leikskólaaldrinum 150 börn í árgangi, en þau eru upp undir 180 í eldri árgöngunum í grunnskólanum. Þannig að börnum fer fækkandi, bara fæðingartíðni barna fer minnkandi. Þannig að en endilega skoðið þessi gögn. Engin spurning að þau... Út frá heimili barna, ekki hvað þau eru í skóla. Ekki hvað skóla þau eru núna. Já, heyrðu bara í mér, Róbert. Fólk er að fjölga á þessu svæði hér. Já, fólki fjölgar hérna megin, en þeir eru við að byggja heila nýja skóla út í Helgafellshverfi. Þannig að við fylgjumst mjög vel með. Nú erum við komin aðeins út fyrir efni fundarins og sjálfsagt eðlilegt að það voru frekara spurningar að beina þeim til fræðslu- og frístundasviðs, en að þessu mæltu að þá var því að slíta fundi. Takk fyrir góða fundaþátttöku.